Í október á síðasta ári lauk formlega sameiningu heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni. Sameiningin sneri að stofnunum í 3 umdæmum, heilbrigðisumdæmum Norðurlands, Suðurlands og Vestfjarða. Við sameininguna fækkaði yfirstjórnum heilbrigðisstofnanna í þessum umdæmum þar með úr 11 í 3. Ein heilbrigðisstofnun nú í hverju heilbrigðisumdæmi landsins, þótt starfsstöðvar séu víða í hverju umdæmi. Fyrir helgi funduðu stjórnendur allra starfsstöðva sem heyra undir heilbrigðisstofnun Norðurlands og við hittum þar fyrir forstjóra stofnunarinnar sem sagði þetta fyrsta starfsár hafa gengið vel. Það bara gengið vel hjá okkur. Við höfum svona verið að skipuleggja stofnunina, setja upp skipurit og ráða stjórnendur og verið í alls konar nefndavinnu þvert á öll svæði og reyna að skipuleggja okkur. Ef við förum aðeins yfir hvaða svæði það eru sem að heyra undir heilbrigðisstofnun Norðurlands núna? Já, stofnunin er mjög stór. Hún er alveg frá Þórshöfn og að Blönduósi. Og þannig að það er, ef maður rétt 250 km á milli svona þeirra 2 starfsstöðvar sem eru lengst frá hverju annarri. Þetta eru 18 einingar og þær eru mismunandi að stærð en svo hefur starfsstöðvar eins og kannski á Húsavík og Sauðárkróki sem eru mjög svipaðar. Hérna Akureyri er svolítið öðru sem mjög stór heilsugæslustöð en engin svona sjúkrahúsþjónusta. Þannig þær eru svona, já þær eru misjafnar. Nú er að byrja hérna fundur þar sem stjórnendur allra starfsstöðva koma saman. Er þetta eitthvað sem þarf að gerast reglulega til þess að svona reiki sig? Já, við erum að reyna kannski að gera það 2 ára að koma svona saman eins og við gerum hérna. En við verðum að viðurkenna að við erum svolítið að treysta á upplýsingatæknina. Við erum búin að koma öllu tölvukerfinu saman í eina heild og þannig að við notum mjög mikið Skype og vinnum þvert á stofnunina. Við erum með hópavinnu þar sem er einn aðili kannski frá hverju svæði og menn nota svolítið mikið tölvutæknina til þess að hafa samskipti á milli sín en hittast auðvitað stundum. Þetta kostar auðvitað allt mikla peninga og það hefur mikið verið talað um að það sé ekki nóg mikið af peningum úr ríkiskassanum að koma í heilbrigðisstofnanir út á landi. Er þetta bót í máli þar? Er heilbrigðisstofnun Norðurlands sem ein heild að fá meiri peninga úr ríkiskassanum heldur en þessar einstaka heilbrigðisstofnunir voru að fá áður? Ég myndi kannski segja það en það er svona ákveðin hagræðing í þessu. Það var gengið svolítið hart að þessum stofnunum, litlu stofnunum og þær voru kannski búin að leggja af gæðastjóran og leggja af alls konar stoðþjónustu sem það höfðu ekki efna á og núna höfum við kannski efna því að vera með einn í gæðamálum og öðrum störfum og reksturinn hefur gengið vel. Við erum réttum megin við núllið og höfum ekki misst tök á fjármálanum eins og oft hefur gerst í sameiningum og mjög ánægð með það. Og er svipað magna starfsfólki eða þurfti að fækka eða eru komin fleiri? Það hefur aðeins fækkað hjá okkur en við fáum meiri fjármuni núna þessu ári þannig að ég gerum ráð fyrir að við fjölgum bara aftur núna og bætum í þjónustuna. Sérstaklega hvað varðar heimaþjónustu, ég held að þar munum við hafa eða heimahjúkrun. Þar fengum við svolítið að auka fjárveitingu sem við erum núna að skipuleggja hvar við nýtum. Og verkefnin sem eru framundan og kannski líka þau verkefni sem þið hafi lagst í núna á þessu ári síðan að sameiningin var sett á laggirnar. Það er bara meginmálið er að halda áfram að veita góða þjónustu. Það eru ákveðnir veikleikar, snúa svolítið kannski að læknamönnum þar sem við erum kannski ekki með nógu marga lækna og reyna að bæta úr því og kannski breyta þá þjónustan einhver leyti þannig að við getum nýtt þá betur. Við höfum verið að tókum upp skimun fyrir ristilkrabbameini á Sauðárkróki. Á Húsavík eru menn núna að sinna þessum 1700 síma á dagvinnu. Það var verið að taka skóflustungu fyrir nýrri heilsugæslustöð í Mývatnssveit, þannig að það er margt svona jákvætt í gangi. Og fjárlögin núna eru svona okkur frekar hagstæð frekar en hitt, eftir langan, samdráttartíma. Þannig að við getum til dæmis núna tekið upp sálfræðiþjónustu á flestum heilsugæslustöðum okkur sem bara verður mjög spennandi verkefni og mjög þarft. Þannig að það er svona bara margt jákvætt í forvarninu. Þessi sálfræðiþjónusta, það er alveg eitthvað sem mjög margir út um allt land hafa beðið eftir. Hvernig verður henni háttað? Já, við erum bara að skipuleggja það núna en það verður gefinn kostur á sálfræðiþjónustu á öllum okkar heilsugæslustöðum einhverju leyti. En auðvitað er þetta bara 2 stöður þannig að það er svona takmarkað hvað það er afkastað en þetta er allavega mjög gott skref.
Hérna eru að koma sér fyrir 70 manns af starfstöðum ykkar á öllu svæðinu. Hvað stendur til? Hvað er fundað í dag? Já, það er sem stjórnendafundur sem við erum að fara yfir nefndavinnu sem við höfum verið að vinna og bara sýna þá niðurstöðu af þeirri vinnu og svo erum við aðeins að fara yfir bara hvernig hefur gengið í rekstrinum og hvað sé framundan og svo erum við að hefja hérna stefnumótun sem við ætlum að vinna eftir áramótin og setja okkur bæði markmið og stefnu og mælikvarða sem við ætlum að mæla árangur okkar starfi. Þannig að við sjáum hvort okkur miðið fram eða ekki. Þannig að það er nóg fyrir ykkur að fundum í dag. Gangi ykkur vel. Já, takk hérlega.